Selviriði, ég heiti Ólafur. Nú fer að styttast í þetta bráðum búið. Verður kosið eftir 2 daga og þá vonandi tekur þessi ömurlega leiðinlega umræða enda. Ég vona það. Allavega í bili. Ég sagði það nú í upphafi þegar ég fór að blanda mér í þessa umræðu. Já, nota bene, ég ákvað að taka upp gamla takta og mæla þetta minni fram. Ég sé það að þessi myndbönd sem ég er að búa til með gervigreindinni fara svo óskaplega fyrir brjóstið á fólki. Skil það nú ekki eins og ég hélt ég væri flinkur í þessu. En ég er búinn að sýna fram á stór aukin heifeng landsmanna og í hvers skipti sem ég geri það þá fá ákveðnir menn hland fyrir hjartað og það er ekki bætandi á það. Ég sagði það svona fyrst þegar ég var að byrja að blanda mér í þessu umræðu að ég gæti í rauninni ekki tapað í þessum kosningum vegna þess að mér væri eiginlega alveg sama á hvern veginn þetta færi, En fyndist hins vegar algjörlega röklaust að úr því að við erum nú komin hingað að haka ekki við já og fara í þessar viðræður. En ég er nú eiginlega svona samt sem áður að hallast meir og meir að því að mér finnst þetta vera þjóðþrifamál að skoða þessa möguleika. En hvernig sem það nú fer, að það sem að undrar mig mest og undrar mig mjög mikið og það er þessi rosalega ákefð í sérstaklega nei sveitinni og þessi þetta fullkomlega rökleysi fyrir málflutningi sínum. Nú er þeim svo mikið niðri fyrir að það er búið að draga fram flest alla svona útjaskaða pólitíkusa sem að við vorum nú eiginlega alveg búin að fá nóg af. Ólafur Ragnar Grímsson náttúrulega reið á vaðið, mikið lifandi skelfing er hann búinn að taka niður, finnst mér. Og hans aðferðafræði, hún smellpassar við drullumóðið sem að sjálfstæðismenn beita alltaf hreint. Hann er náttúrulega flugmælskur og gríðarlega fróður. Og minnugur alveg með ágætum. Þannig að hann getur talað á mjög trúverðugan hátt og hann er fyrrverandi forseti til 20 ára og stjórnmálamaður og heimsþekktur maður. Og auðvitað leggur fólk bæði hérlendis og erlendis við hlustir þegar hann talar að skára verða. En hann er ekki að sýna fram á eitt eða neitt. Hann er nákvæmlega eins og hinir að svona hártoga það sem að ríkisstjórnin hefur sagt og í rauninni að gera lítið úr þeim og snúa út úr, segja hálfkveðna vísur og þess áttar. Þetta náttúrulega er stólið frá grófa leiti, þetta með Ólíinn sagði mér eða frægur blaðamaður í Frakklandi og embættismaður frá Brussel, þeir hlógu. Ætlar að segja mig það, eftir að hann var búinn að útlista fyrir þeim í hverju málflutningur sveitarinnar fælist, að þá hlógu þeir. Og hann sagðist hafa gert það á hlutlausan hátt. Finnst þú hvað það er trúlegt?
þá hlægi ég nú. En ætlar að segja okkur það að þessir menn sem eru svona gríðarlega vel að sér í málefnum ESB, bæði blaðamaðurinn og embættismaðurinn, að þeir hafi hugsað það eina einustu mínútu að við kæmum eða það kæmu forystu konur ríkisstjórnarinnar með innkaupalista og til þess að skoða. Það er margsinnis verið að vitna í stækkunarstjórann og von der Leyen er búin að koma í tvígang og það er hittast, ég held að oftar heldur en hérna kellingarnar í saumaklúbbnum með þeim. Og svo hérna setur hann þetta þannig á borðið við ætlum bara að koma og skoða þetta og þá muna allir embættismennir í Brussel fara að hlæja. Ekki djöfullar á blankukallinn maður, ég verð að segja það. Og svo hefur hann þessar gríðalegu áhyggjur af því að Trump geti nú kannski fonnumast og Geir H. Haarde meira að segja, hann var dreginn upp einhvers staðar og dubbaður upp í viðtal og hann hefði náttúrulega áhyggjur af því að kannski myndi Norðmenn móðgast, frændur hans og frænkur þar. Og við mættum helst ekki vera að þessu vegna þess að þeir getu bara farið í fílu eða okkur eða eitthvað, ég veit það ekki. Og Jón Bjarnason. Það er alveg hreint típist. Málflutningurinn hans er svo alveg gjörsamlega típiskur fyrir málflutning sjálfstæðismanna. Þetta hefði verið ásættanlegt ef þær hefðu lagt einhverja skýrslu með. Þú veitir, þá hefði þetta nú verið allt annað mál. En það er þessar viðræður sem að munu í rauninni gefa eða veita þessar upplýsingar. Ég skil ekki hvað það er erfitt að skilja þetta. Og fólk segir maður fær engar upplýsingar. Hvaða helvítis upplýsingar viltu fá? Upplýsingarnar eru það að nokkrum dögum eftir að jáið kemur, að þá skipum við einhverja sveit sem að fer í viðræður og svo kemur eitthvað út af því eða ekki neitt. Og einn vitningurinn, þessi podcast snúast nú all viðtöl við neymennina. Og ef það er ekki fólk, að þá eru þeir yfirleitt dregnir sundur og saman í einhverju útusnúningum og vitleysu. En einn heyrði ég núna bara í dag að hann sagði, finnst ykkur eitthvað trúlegt að einhverju samningamenn myndu koma bara heim og segja, við komumstum ekki lengra, þetta þýðir ekki að vera að þessu. Eða þá að Þorgerður Katrín sem er búin að vera allan sinn stjórnmálaferil helga sig þessu málefni og koma Íslandi inn í ESB. Hún muni á einhverju tímapunkti segja, þetta þýðir ekki neitt. Ég vil nú að segja það, að ég myndi ekki vilja svoleiðis mann í samningarnefndina sem kæmi bara heim og segi, þetta þýðir ekki neitt. Við komumstum ekki áfram. Auðvitað viljum við baráttumann sem að reynir alveg til þrautar. Og þegar að þetta svo einhvern tímann tekur enda, það skiptir engu máli hvað Þorgerður segir eða hvað hún vill. Vegna þess að það er þá sem við kjósum eingöngu eða aðild. En það er helmingur þjóðarinnar, rétt tæplega reyndar, sem er ekki búin að ná því ennþá að við séum að fara að kjósa að hvort við eigum að fara í viðræður. Og þá er snúið út úr því að fer enginn í viðræðina mann ætlaðir inn. Nei, það er meiningin. Það er meiningin að fara í viðræður og fá þannig samninga að við getum sótt aðild.
en við erum ekki þar, þetta er ekki eins og að kaupa bíómiða. Það ætti nú að halda það, sko, svo voru einu rökin þau að því að Guðni forseti, hann kom inn eiginlega jafn mikið á óvart eins og Ólafur, sko, nema bara akkurat hinn veginn. Ég átti ekki neitt von á því að hann myndi nú bara yfirleitt vera að blanda sér í þetta, sko, og hann gerði það nú ákaflega prúðmannlega, en á sinn fáaða hátt gerði hann það með mjög sterkur rökum og sagði að auðvitað, sko, væri viti mest að byrja á erfiðustu köflunum. Og þá koma vitringar og segja, sko, við ráðum engum það. Evrópubandalagið ræður öllu. Þeir eru bara með samning og svo undirgangast þessi ríki, þennan samning, eða ekki. Sem sagt, að það er borið að borða fyrir mann af þessu fólki, að þetta sé bara eins og húsalegu samningur svona staðlaður. Og svo komum bara samningarnefndin og hakið hann í nokkuð box, kvittu undir og farið svo heim. Hvað er menn að gera í 2 ár? Þjarkum þetta aftur bak á ára. 2 ár. Ég bara, sko, mér er svo misboðið að ég bara á ekki það einasta orð. Það er bara nei og mér alveg, sko, ég skal segja ykkur eitt. Þetta minnir mig á kall sem vann á kaupfélagsmiðum kaupfélags Árnesinga á Selfossi í eldgamla daga, þegar ég var bara strákur. Hann var þekktur þrasari og þegar það var búið að stinga alveg endalega upp í hann, sko, en hann var að halda fram einhverju helvítisbulli, að staðinn fyrir að gefa sig alveg, þá sagði hann, mér er anskotað saman á þessu lígi, það er satt fyrir það. Og þannig er eiginlega málflutningurinn hjá neyjárana, sko. Mér er bara anskotað saman, mér er bara alveg sama, ég bara ESB aldrei. Akkur ekki. Af því að forfeður okkar, þeir börðust svo mikið fyrir sjálfstæðinu og ég ætla ekki að fara að gefa það eftir. Og þegar maður les þetta, ég hef nefnilega ekki látið mig detta það í hug, eitt einasta augnablik þó ég hefi svona tíma verið að skemmta mig við það að þrasa, að það hefði neinn áhrif á skoðunum fólks. Að svona fólk er ekki að rökræða, það er bara þræta. Og ég nenni því ekki. En ég óska þess í rauninni, núna eftir þetta allt saman, að jáið verði ofan á, sko. En ef það er eitthvað sem að ég myndi vilja fá að bara uppljómun fá að vita og skilja eftir allt þetta japl og fuður, og þá er það, sko, hvað er svona agalegt við það að fara í þessa viðræður? Ólafur Ragnar, hann náði ekki upp í nefið á sér yfir því að jáfólkið og ísfólkið og neyfólkið skildi fá listamenn til þess að búa til sketsa, fá Pálma til þess að Gjerson til þess að leika í einhverjum þáttum. Ég sé nú ekki betur, sko, en leta samt fylgja að hann væri mikill unnandi íslenskar leiklistar og erlendrar. Hvaða djöfusins máli skiptir það? En ok, það verður þetta svona, en þetta fannst honum afleitt. En ég sé það nú, sko, á bæði prentmiðlum og ljósvakamiðlunum, sko, að þeir eru fullir af auglýsingum frá neyfólki, það er allt í lagi.
og hann talaði einmitt sérstaklega um það sko á sama tíma og hann og hans kollegar sko að reyna að halda uppi málefnalegri umræðu. Einn stærstu og öflugustu sérhagsmunasamtök á Íslandi sem að standa svona í heildina gegn þessu eru náttúrulega útvegsmenn. Þeir eru með stelpuskott sem með 5,5 milljón á mánuði sem gerir lítið annað heldur en að reyna að tæta þetta niður og hún er náttúrulega sko löngu komin í rökþrot og lýgur bara. Og bændasamtökin, ég skil ekki alveg hvernig er hægt að taka svona samtök alvarlega. Við stöndum frammi fyrir því, þessum valkosti, að fara í þessar viðræður og fá að sjá hvað út úr þeim kemur. Og ef okkur hugnast það ekki, þá segjum við nei. Þá segjum við nei, sko. Alveg klárt nei. En þeir ákváðu að skipa einhverja sérfræðinga úr sínum hópi til þess að kanna það hvernig afkoma bænda í ESB-löndum væri eftir inngöngu þeirra, eftir inngöngu landana í ESB og taka síðan ákvörðun út frá því. Þannig að það er rauninni sko, þegar að sko allur heili baklingurinn er hérna, að þá ákveða menn að lesa fyrirsögnina og úrdráttinn og mynda sér sko skoðun út frá því og segja, nei, við ætlum ekki að vera með þessu, þetta er bara bull. Ég er nú verið að reyna að forðast að kalla menn vitleysingar sko í þessum samræðum og þessu þjarki og bulli sko. En kunnið þið eitthvað annað orðið yfir svona lagað?